stödd á Húnavöllum og við ætlum að forvitnast aðeins þessar glænýju og flottu rafhleðslustöðvar sem búið að setja upp. Hann Einar sveitarstjóri veit meira málið. Þetta byrjar nú þannig að Orkusjóður auglýsti eftir styrkþegum og við sóttum og fengum styrk fyrir raunni einni hleðslustöð en við ákveðum að hafa þær tvær, gætu hlaðið 4 bíla í einu og hvert úttak 22 kW. Raunni 88 kW hleðslu sem við getum tekið í einu og við töldum það bara að vera mjög hæfilegt á þennan stað sem hér á Húnavöllum. Eru margir að keyra á rafmagnsbílum? Nei, ekki mjög margir en samt sem áður. Það náttúrulega þetta hvati kannski til þess að starfsmenn hér skólans fjölgi rafmagnsbílum. Það einn starfsmaður nú þegar á rafmagnsbíl og það vonandi að þeim fjölgi og jafnframt að við getum þá boðið íbúunum sem hér eru sem vilja fjárfesta í rafmagnsbílum og þau eiga erindi hingað að hlaða bílinn sinn á meðan og svo jafnframt náttúrulega gestum á hóteli sem hér rekið allt árið. Já, svo kannski þá bætist líka við möguleiki fyrir aðra rafmagnsbíla eigendur að fara einhverjar aðra leiðir. Já, að sjálfsögðu er það náttúrulega alveg tilvalið að menn náttúrulega fari hér í Suðurnesjabraut og síðan bara inn í Langadalós og Norður Akureyri. Það er ekkert og geta þá hlaðið bílinn sinn hér og fengið sér kaffi á hótelinu. Þegar menn eru leiðir á Langadalum, þá geta þeir farið þessa leið. Það verður engin leiður á honum. Ég veit ekki, það er matsatriði. Það er algjört matsatriði. Já, en hvernig þeir eru búin að vera með hótelið hérna náttúrulega í sumar og það er ennþá opið. Hvernig hefur verið svona aðsóknin? Mér skilst það nú á rekstraraðila hótelsins að það hefur nú verið minna en vant en meira Íslendingum en svo sem veturinn lítur ekkert vel út eins og staðan er núna en það er náttúrulega svo sem þetta er fljótt að breytast ef ef landið opnar og fólk bara þorir yfirleitt að ferðast. Það er náttúrulega byggir bara á því. Við erum náttúrulega í hálfgerðri heimskreppu með það. Hefur verið mikið af ferðamönnum að sækja ykkur heim? Já, mér skildist það og það sem ég hef nú bara séð hér sem íbúið á þessum stað, þá hefur það verið ágætis renniri af fólki og fyrst og fremst Íslendingum sem bara hinu góða. Þetta er náttúrulega alveg kjörinn staður fyrir fjölskyldufólk. Hér er náttúrulega bara rekinn skóli í hluta af þessu og hér er náttúrulega leiktæki og sparkvöllur og sundlaug og íþróttasalur og allt það sem við þarf að brenna fyrir fjölskyldufólk. Þetta getur ekki verið betri staður. Nei, einmitt. Þannig að það er alveg kjörið að taka smá rúnt út fyrir þjóðin og sjá meira landinu. Já, sjálfsögðu og nýta sér svo þessa fegur sem er hér í Húnavöllum og kynna sér svo sögustaði sem hér eru út allt í öðru hvoru spori. Já, og nú getur maður allan þarf maður ekki að láta stöðva sig að það sé ekki hægt að hlaða bílinn. Nei, nú geta maður bara hlaðið bílinn og keyrt með góða samvisku land allt og kolefnisjafna sig í leiðinni. Hvað er maður lengi að labba hérna upp á? Heitir þetta ekki Reykjanibba? Er ekki rétt hjá mér? Það er spyrja mig að svona erfum spurningum. Ég hef bara einu sinni farið og ég mældi nú ekki tíman en þetta er nú ekki, þetta er nú kannski klukkutími ef þú ert góður göngumæður. Já, getur maður ekki hlaðið bílinn og röltat upp? Það er bara kjörið. Það er alveg gjörlega kjörið. Og þetta er náttúrulega einstakt í góðu veðri. Það er náttúrulega einstakt útsýni sem þú sérð hér bara runni yfir allt og fram með alla dali og út á strandafjöllin og hvað sem er í runni. Svo getur maður komið hérna og fengið sér kaffibolla og keyrt áfram? Já, eða bara ákveðið að sofa á hótelinu og fara daginn eftir. Ef maður er óþreyttur eftir göngu. Já, ef maður er óþreyttur. Farið í heitapottin og farið daginn eftir. Það hljómar vel.